Davíð Oddsson, þáverandi forsætisráðherra, gerði í bréfi til forseta Íslands sumarið 2003 athugasemdir við framkvæmd hjónavígslu Ólafs Ragnars Grímssonar og Dorrit Musaev. Sýslumanni hafi orðið á mistök að verða við óskum forsetans framkvæmd hjónavígslunar og að málið sé allt hið vandræðalegasta. Í bókinni Saga af forseta eftir Guðjón Friðriksson segir að Ólafur Ragnar sé tvímælalaust umdeildasti forseti lýðveldisins og að forsetatíð hans hafi verið mikil átakasaga persónulega og pólitískt. Í þeirri sögu ber mikið á Davíð Oddssyni seðlabankastjóra, enda hafa þeir oft tekist harkalega á, allt frá því þeir sátu báðir á þingi. Viðuregn þeirra náði 9 hæðum í febrúar 1992 en þá gagnrýndi Davíð ýmislegt í fjármálaráðherratíð Ólafs Ragnars sem brást hart við og lét þessi frægu orð falla. Ég hélt satt að segja ekki og ég vona mér fyrirgefist að ég segi það að svona skítlegt eðli væri inn í hæstvirtum forsætisráðherra en það kom nú greinilega hér fram. Ég sagði svona skítlegt eðli, sagði ég. Eftir að Ólafur var kjörinn forseti árið 1996 gengu samskipti þeirra snurðulest í fyrstu. Þeir hittust alltaf 15 sinnum fyrstu árin. Á árunum 2001 til 2003 voru fundirnir 3 á ári, en átaka árið 2004 þegar Ólafur Ragnar neitaði að staðfesta fjölmiðlalögin hittust forseti og forsætisráðherra Íslands á einum fundi. Í bókinni er birt bréf sem Davíð sendi forsetanum. Bréfið barst 2 mánuðum eftir að Ólafur og Dorrit Musaev gengu í hjónaband. Guðmundur Sófusson, sýslumaður í Hafnarfirði, gaf þau saman. Ólafur Ragnar segist hafa spurt sýslumanninn þegar öll gögn voru komin hvort einhvers fleira þyrfti með og neitaði sýslumaður því. Nokkrum vikum eftir hjónavígsluna hafði sýslumaðurinn samband við Sigurð G. Guðjónsson, lögfræðing Ólafs Ragnars, og bað hann að afla einhverja pappíra að hjónabandi Dorritar og fyrrimanns hennar, Níl Sarach, væri lokið. Þau höfðu þá verið skilin í aldarfjórðung. Sigurður segir að gögnin hafi verið í geymslu í Wales og nokkrar vikur tekið að fá þau þaðan. Svipað leyti tilkynnti Hagstofan Sigurði að vegna þessara hnökra væri ekki unnt að skrá Dorrit til heimilis á Bessastöðum. Í lok júlí barst Ólafi Ragnari svo bréfið frá Davíð Oddssyni. Þar segir meðal annars að forsætisráðherra telji óhjákvæmilegt að gera athugasemdir við framkvæmd hjónavígslunnar. Forsetinn hafi gefið sýslumanni drengskaparloforð að gögnin bærust fljótlega eftir vígsluna. Þá segir Davíð ljóst að sýslumanni hafi orðið á mistök að verða við óskum forsetans framkvæmd hjónavígslunar, enda loforð af þessu tagi ekki tekin gildi í tilvikum annara. Í lok bréfsins krefst Davíð að úr þessu verði bætt án tafar, enda málið allt hið vandræðalegasta og óheppilegt hvernig til þess hafi verið stofnað. Forsetinn segist hafa hringt í Davíð og sagt að þar væri nú skrítið bréf og margt missagt í því. Útskýrði hann málavöxtu fyrir Davíð sem sagðist ætla að athuga málið og tala við forsetann eftir helgi. Það símtal kom aldrei, segir í bókinni, og málinu var þar með lokið. Já, eins og framkom í fréttum áðan gerði Davíð Oddsson, þáverandi forsætisráðherra, athugasemd við framkvæmd hjónavígslu Ólafs Ragnars Grímssonar og Dorrit Musaev árið 2003. Fram kemur í bók Guðjóns Friðrikssonar forsetatíð Ólafs Ragnars Grímssonar að samskipti hans og Davíðs hafi verið stormasöm og er því reyndar líkt við kalt stríð, og Jóhanna Vilhjálmsdóttir rýndi í bókina í dag. Í bókinni segir frá því að forsætisráðuneytið hafi afboðað Ólaf Ragnar í kvöldverð með Hillary Clinton í október 1999, nokkrum dögum áður en boðið átt að fara fram. Á leiðinni frá Keflavíkurflugvelli kom hún hins vegar við á Bessastöðum til að heilsa upp á Ólaf Ragnar. Heimsóknin var lengri en hún átti að verða og var Hillary fyrir vikið og sein í veisluna til Davíðs. Guðjón segir í bókinni að Davíð hafi talið þetta að því virtist vera úthugsað samsæri af hálfu Ólafs Ragnars. Hann hefði tafið Hillary vísvitandi á Bessastöðum til þess að hefna sín fyrir að vera ekki boðið í veisluna. Ólafur Ragnar var sjálfkjörinn í embætti forseti Íslands árið 2000. Innsetningaræða hans vakti mikla athygli og sumir töldu hana pólitískustu ræðu sem íslenskur forseti hefði flutt fram að því og væri að ræða lítt dulbúnar árásir á stjórnvöld í landinu. Fram kemur í bókinni að skömmu eftir ræðuna hafi Davíð ekki viljað fylgja forsetanum út á flugvöll þegar hann fór til Kanada, sem honum bar þó að gera sem handhafi forsetavalds. Davíð hafi látið þau skilaboð fylgja að hann var ekki í skapi til að fylgja forsetanum. Guðjón fullyrðir að árið 2000 hafi markað tímamót í sambúð forsetans og forsætisráðherrans, enda hafi þá farið að skerast í odda milli þeirra á margvíslegan hátt. 1000 ára afmæli kristnitöku á Íslandi árið 2000 var tilefni togstreita milli Ólafs og Davíðs. Aðalræðuna átti Davíð Oddsson að halda,
en í fyrri þjóðhátíðarhöldum og þingvöllum hefði forsetar lýðveldisins verið í aðalhlutverki. Guðjón segir frá því að Ólafur Ragnar hafi snúið sér til Karls Sigurbjörnssonar biskups, formanns kristni hátíðarnefndar og sagst ekki vilja koma nálægt undirbúningi hátíðarinnar ef snúa ætti henni upp í einhliða löggjörð Davíð Oddsson. Öryrkjamálið árið 2000 var einnig tilefni togstreitu milli Ólafs og stjórnvalda. Öryrkjar hefðu unnið sigur í Hæstarétti. Í bókinni segir frá því að Davíð hafi brugðist illa við og gagnrýnt Hæstarétt harkalega. Hart var deilt og töldu öryrkjar að ríkisstjórnin ætlaði að svíkja sig. Öryrkjabandalagi leitaði til forsetans og vildi að hann beitti sér í málinu. Ólafur svaraði því meðal annars til að kæmi til þess síðar að ríkisstjórnin keyrði í gegnum Alþingi lög sem menn telji ekki samrýmast niðurstöðu Hæstaréttar í þessu máli, mætti benda á að áður hefði komið til álita hjá forseta Íslands að skrifa ekki undir lög. Ítarlega er einnig fjallað heimastjórnarafmælið árið 2004, þar sem fram kemur að Ólafi Ragnari hafi ekki verið ætlað neitt formlegt hlutverk. Ólafi hafi orðið misboðið og ákveðið að fara frekar erlendis á skíði. Ólafur segir endar í bókina að þar hafi verið að ræða aðför Davíðs að forsetaembættinu. Meðal annars hafi verið búið til ríkisráðsfundar á meðan forsetinn var erlendis og segir Ólafur Ragnar í bókina að hann hafi litið á þetta mál sem alvarlegustu stjórnskipulagskreppu sem komið hefði upp á milli forseta og forsætisráðherra frá upphafi lýðveldisins. Einnig deilum Davíðs og Ólafs í fjölmiðlamálinu gerð skil í bók Guðjóns Friðrikssonar. En samskipti Ólafs og Davíðs voru einnig vinsamlega á köflum. Ólafur Ragnar segir til dæmis að Davíð hafi reynst sér afburða vel þegar Guðrún Katrín lést. Ég mun ávallt meta það við hann. Það var alls ekki sjálfgefið að hann gerði það með þeim hætti sem hann gerði. Og það má kannski segja að árin 1996 til 1998 hafi verið besta tímabilið í okkar samskiptum. Til marks fyrirferð Davíðs Oddssonar í sögu Ólafs Ragnars má svo að lokum nefna að samkvæmt nafnaskrá fjallað nánast jafn mikið Davíð í bókinni og forsetafrúna Dorrit Moussaieff.